Hafkaup fjölskyldufyrirtæki á Rifi á Snæfellsnesi sem selur fisk beint úr Breiðafirði. Það eru þau hjónin Beggi og Berglind sem eru á bak við fyrirtækið, en þau selja ekki bara fisk, þau verka hann líka og skutla honum heim að dyrum, hvort sem að ræða veitingarhús, mötuneyti eða einstaklinga. Hafkaup staðsett svona það bil 100 metra frá bryggjunni á Rifi og því óhætt að fullyrða að fiskurinn gæti ekki verið mikið ferskari. Hversu ferskt erum við að tala um? Er þetta samdagast daginn eftir? Já. Já, þannig að ef þið landa sent að kvöldi þá er það bara unnið strax morgun eftir og keyrt oft út sama dag. Já. Það er bara eins og við vorum að sýna þér á, þannig að þessi fiskur sem var að koma núna, hann verður unninn annaðhvort í dag að morgun og verður komin inn á veitingahúsinu á morgun. Það þekkist örugglega ekkert bara víða í öðrum löndum svona, er það eða? Nei, ekki nema það að menn sé að kaupa lifandi fisk þó. Og slátra honum á staðnum. Humar, það er kannski. Já. Já, sushi, eitthvað rándýrt og flott, sko. En nei, þetta er náttúrulega kannski það sem við erum að stíla. Festlegt. Og hvernig kemur það til að þið farið í að stofna þetta fyrirtæki, Hafkaup og hvað fyrir 1,5 ári síðan? Já, við byrjuðum í apríl fyrra, eða Já, mars. við stofnaði í janúari fyrra og byrjum að keyra í mars. Mars apríl. Já. Þetta var svona hugmynd sem var búin að vera í hausnum á Begga í nokkur ár svona. Já, í mörg ár. Svona í og með, ef við náttúrulega verið í vinnum og svo bara, misti hann sína vinnu og þá var bara kýlt á það. Já. Eða svona, það tók einhverja mánuði, kannski ára undirbúa. Eða svona þú settist niður og hafa einhver plön, ekki bara rjúk út í þetta kannski alveg blint, en svona kynna sér markaðinn og hvað væri og svona allt svo hvernig. Já, náttúrulega 95% af hráefni var að koma úr Reykjavík. Það sem við var verið að selja veitingastæðina hérna, eða af suðursvæðinu. Og okkur nokkulega langa að selja fiskur heimabúð. Og þetta var svona hálfvasnalegt eins og ég var að segja, að fiskur sem var kannski keyptur í Ólafsvík eða Rifi eða hérna á Nesinu, hann keyrði til Reykjavík og runnið þar, keyrði svo aftur á veitingastæðina á Vesturlandi. Seldur sem nýr en kannski þá nokkra daga gamall. Já. Og það er ekki alltaf að vera að tala um kolefnisspor í dag. Ég held að þetta sé nú svona styðsta kolefnisspor sem til er. Fyrir utan að vera miklu ferskara ef þetta þarf ekki að ferðast hérna fram og tilbaka. Já, þeir finna líka muninn. Þeir eru búin að fá fiski á okkur og þá fara þeir kannski ekki aftur í hitt. Og líka sérstaklega bara eins og við seljum alveg ótrúlega mikið inn á heimili og í sveitirnar og það var ég að gera hérna í mörg ár sem sko. Mér fannst þetta svo asnalegt á sínum tíma þegar ég vann á fiskmarkaði að fiskur væri unninn í Reykjavík og svo lenda hann á disk á búðum eða á öllum nössum. Ég vissi náttúrulega ekkert, eða við vissum ekkert hvað vorum að fara út í en sko flestir tók okkur fagnandi. Flestir. Og við erum búin að selja held ég á alla veitingastæði á Nesinu. Svo náttúrulega sumir sem eru bara að vinna það sjálfir eða að gera eitthvað annað. En við höfum náð, allavega yfir 95%. Það var Nesið alveg niður í Borgarnes. Veiði ár líka, hótelveitingastæðir, mötuneyti, bæjarfélög, heimili, leikskólar, bara nefnda. Þetta var mikið viðvera en þetta er gaman líka og gaman að hitta fólk. Er allir dagar alveg þétt bókaðir eða gætuð annað einhverjum í Reykjavík líka ef einhver er að horfa og langar til þess að panta? Við höfum alveg gert það sko og við höfum alveg farið, við höfum fjölskyldur Reykjavík og Suðurnesjunum og ef það við erum að fara í ferð, við höfum nú barnabörn þarna Stóru-Kvíkursvæðinu alveg suðurtir og ef það eitthvað svona þá bara tökum við saman í góða pantanir sko og förum með það. Já, kom kona, hún var fyrir stuttu frá Akranesi, hún hitti mig bara í Borgarnesi og setti það nú ekki fyrir sig að keyra 20 mínútur til þess að fá fiskinn sinn? Nei, til þess að ná fiskinn. Það er dálítið kaflaskipt. Það eru veitingastæðirnir þegar það eru mikið af erlendum gestum og þá svo róast aðeins yfir veturinn sem er kannski gott en þeir eru nú líka eitthvað að hugsa einhverja vöru þróun, eða ekki? Jú. Við erum ætlum að reyna að fara út að það búið til eitthvað rétti. Það var fiskibólu kannski og plokkfisk svona hafa það. Það er alveg eftirspurn eftir því sko. Já, nýta hráefni betur. Já, við gerum í fyrra, það var bæjarhátíð, þá gerðum við svona grillpinna og prófum það og ég bjó til kryddlaug og svelti hann með það bara allavega
var mikið spurt um það eftir þessa hátíð, maður var svona að reyna eitthvað, það er svona, já, við prófum það og svo bara, það er bara tíma, við þurfum meiri tíma, sko. Þið eru með bara flestar tegundir fisks, eða það ekki, og ég hef líka heyrt út undan mér að þú sért ansi segur með þinn bakgrunn að redda kaupendum alls konar fisk, er það ekki rétt yfir? Jú, ég fengi alls konar fiskböndir. En það er náttúrulega bara það sem kemur upp úr sjónum hérna í Breiðafirði, til sölu. Og já, það er grásleppur og rauðmagar og hrogn og lifur og svo hefur verið að prófa núna að nýta gaddakrabba. Og það er einn veitingastaður í Stykkishólmi, Sara á Sjávarpakkurinn, sem hefur verið að nota hann í rétti. Það var alveg, já, hann hefur ekkert verið notað, hann hefur bara verið hent í sjóinn eftir. Og núna erum við að kaupa hann á 250 kall kílóið og það er eina, já, við erum að fá svolítið af honum inn. Það er bara nýttar á honum lappirnar og klærnar og notað í einhverja krabbarétti sem ég hef ekki smakkað ennþá, en vonandi ég á eftir að gera það. Þið þyrftu eiginlega að gera það, taka rúndinn nesið og sjá hvernig þetta er síðan framreið. Já, það er ekki verið tími til þess. Við þurfum að finna tími í það. Það er búin að bjóða okkur í mat á flestum veitingastofunum. Já, við sem alltaf, já, næstu. Eða seinna.